áframhöldum með föstudagsþáttinn á N4. Næst ætlum við að kynna okkur nýjan Facebook-hóp sem heitir Nammitips og til mín eru komnar, allavega Karen og Karen, velkomnar. Takk fyrir. Ég er ein bara í raunveruleikanum, en Karen hinn býr í Reykjavík, þannig hún ætlaði bara að fá að vera með svona gegnum tæknina. Já, og heilsinni. Hæ, Karen hérna, Karen Björg frá Reykjavík. Velkomin. En kannski þú segir okkur aðeins frá þessar hugmynd sem byrjaði hvað í síðustu viku? Já, á þriðjudaginn í síðustu viku. Ég veit ekki alveg hvernig... Ég er búin á Skalli og mjög gott. Ok. Ég ætti að mæta með nammi, já. Það er vöflur. Ég veit ekki, svona undanförni var ég einhvern veginn búin að eiga samtal við kærasta minn, vinkonur mínar, samstarfsfélaga nammi, bara svona randomly. Og svo fyndi hvað einhvern veginn allir hafa mikla skoðanir á nammi. Já, hvað er vont og hvað er gott og hvað er óvænt. Já, og svona, hvað þetta mikið hjartans mál einhvern veginn. Og ég veit ekki, svo eru það eru til svona fullt af hópum á Facebook. Matar... 5.000 manns á Nammitips. Jesús minn, í alvöru? Á ekki lengri tíma? Nei, akkurat. Og já, eru til matartips, mæðratips, beautytips, alls konar svona hópar þar sem fólk er að deila ýmsum ráðum og spyrja spurninga og ég datt bara inn á Nammitips og þú veist, fyrir mér er nammi matur og það voru bara svona eitthvað spá okkur að væri ekki til Nammitips. Þannig já, astnaðist til að búa til hennan hóp og fekk hana með mér bara strax því hún er mjög fyndin. Og nammigrís væntanlega? Já, mikil nammigrís, já. Og já, við bara, fyrst var þetta eiginlega bara fyrir... Appelsínusúkkulaði er gott. Það er gott. Nei, Karen, það er ekki gott. Það er ekki gott. Ok, þið eru ekki einu sinni sammála, nei? Nei, það er engin sammála með neitt, en Er þetta svona meira til gamanskert, eða er þetta... Já, fyrst var þetta bara svona loka fyrir vini og vandamenn, en svo, settum við þetta fljótt bara svona út í kosmosið og þá bara kom þessi 5.000 manns á rúmri viku. Já. Og hafið þið verið að streyma einhverju svona beint eða er þetta meira svona bara allir að posta sínu eða hvernig virkar þetta? Já, þessi hópar virkar yfirleitt þannig að fólk er bara að spyrja spurninga og deila ýmsum ráðum og eitthvað svona en svo var ég akkurat fyrir sunnan helgina og við ákveðum við yrðum allavega að hittast borða nammi saman. En svo kom þessi hugmynd upp einhvern veginn hvort við ættum ekki bara að vera með svona live-vídeó þar sem við erum að smakka þetta nammi sem að fólk var búið að vera að tala um á síðunni, fullt af einhverju nýju Já, það var mjög skemmtilegt. Og fáum við ekki að sjá smá brot úr því vídeo kannski hérna eftir? Jú, endilega. Kannski bara kíkjum á það núna. Já. Komið sæl, meðlimir Nammitips, við Karen og Karen, stjórnendur Nammitips. Og við ætlum á þessu fallega laugardagskvöldi að smakka nammi. Ekkert betra að gera. Við ætlum að byrja á því að smakka, Karen ætlar að smakka nammi sem hún hefur aldrei smakkað áður, Maltesers. Sem ég myndi segja að var í topp 5 nammi hjá mér og ég elska. Þú varst mjög hneyksluð þegar ég sagði þér ég að smakka þetta. Já, ég var líka mjög hneyksluð þegar þú sagðir Maltesers, er það ekki bara eins og Nóa-Krók? Já, ég held að það væri eins og Nóa-Krók, en ok, nú kemur að ljós. Þetta er víst þessu Nóa-Krók. Nei! Þetta bráðnar miklu meir í munnunum að þetta er svona malt frauð sem er inni í. Ok, þetta er svona klístraða. Já, þetta er miklu meiri sykur inni í, Nóa-Krók er bara keks inni í. Það er svona þessi meira súkkulaði þessu. Já, það er klárlega meira súkkulaði þessu. Vá, ég held að þú myndir fíla þetta geðvægt mikið. Jú. Þetta er svona sem í neyðanami, en... Ég skal lega þetta. Þetta er alveg topp 5 hjá mér og þetta er neyðanami á þér. Ég skal lega þetta. Herra, ég var að taka þetta. Já. Ég fór í Hagkaup og, við ætlum reyndar að taka Góðan sæl, Saga Sigurjónsdóttir. Hún er watching. Alexandra Guðlsdóttir er also watching. Ok, en við ætlum að taka fram að þetta er ekki neitt sponsað. Við keyptum þetta allt fyrir okkur eigin peninga. En ef einhver vill sponsa okkur, þá er mjög til í það. Já, einmitt. Mjög gott. En hvað er þitt uppáhaldsnammi, Karen? Er það spurning? Ég er svolítið svona piparkettling. Já, piparsleiki og pipardjúpur. Já, svona piparfylltar lakrísreimar, eitthvað svona. En Karen,
Hinn Karen, hún heyrir kannski ekki í Já, hún okkur. heyrir heldur ekki í okkur, sko. Hún er að vinna svolítið með Maltesers og svona, þetta er svona litli hringir sem eru svona hippamerki, svona rautt og svart gúmmí, einhvern veginn. Ok. Og er alltaf að koma nýtt og nýtt nammi á markaðinn? Verður þú við það á þessari síðu? Fólk er að kynna nýjungar? Já, sérstaklega núna einmitt, sko, já. Og líka alltaf eitthvað hverfa, þannig að það er líka búið að vera mikil nostalgía inn á síðunni. Fólk er að pósta alls konar einhverju gömlu góðu sem maður horfið. Marsípanbrauð er ógeðslegt. Nei! Jú, við smökkum marsípanbrauð. Ég er bara ekki sammála, þetta er uppáhaldið mitt. Nei, þetta er hræðilegt. Marsipan, er það ekki grínast? Eru þið sammála að finnast marsipan á? Já, við erum sammála þar, sko. Ok. Og Ég þarf að við fara að vorum með skipta mér eitthvað. þráðið mitt, sko, sem við vorum að spyrja hvert versta nammi væri. Já. Þar var marsípanbrauðið mjög, Aðeins. En hver er nostalgía, hver saknar fólk mest? Sko, blár ópal Já. er mjög óvarlega þar. Já. Svo er alls konar, þú veist, við tengjum, það er reyndar alveg svona breiður aldurshópur þannig við tengjum ekkert alveg við allt, alla nostalgíuna. Nei. Nýlega hvarf af nammibörum svona súrir og saltir, svona púðar. Já. Mér finnst bleikimólinn bestur í Macintosh. Ok. Bleikimólinn, Já, hann ok. er bestur. Hver er þér bestur í Macintosh? Hringlótt og karmelón. Já, mér líka. Það er eini sem ég borða. En fjólubláa með netun inni? Jú, ok, hann góður. sleppu, það er svona karmelón. Einu sinni var hann seldur sér í búðum. Nei. Ég fór alltaf á rúndin og keypti þá karmelón. Já. Málum kostaði 10 kall, þetta var 86. Löngu þegar við vorum hugmyndir, sko. Já. Já, Fólk saknar líka, sko, þess að púða hana. Já. Og alls konar svona, píparbúkar. Við söknum þeirra mjög mikið. Píparpúkarnir, já. En eru þið að fara á nammibarinn kannski? Það erum við að tala um fyrir COVID. Fóruð þið mikið á nammibari eða er það að kaupa þetta í umbúðum? Hvernig sá? Meira nammibarir held ég, sko. Allavega ég, já. Ég veit ekki alveg um Karen, sko. Hvað segir Karen mín? Hún er bara þögul sem gröfin. Já. Mjög hugsi yfir þessu. En þetta er áhugavert. Ef fólk vil kynna sér þetta, þá bara gerist það meðlumur, er það ekki? Jú, bara Fylgist það með. er opið fyrir alla og þetta er mjög fín afþreying svona til að gleyma sér á þessum síðustu og verstu, sko. Nammitips. Já, nammitips. Og allir geta smakkað og sett sína skoðin og hugmynd. Bara endilega, komment, sko. Já, Það er nammi. mjög gott veður í Reykjavík. Já, heyrðu, Mjög líka hér reyndar. Það er Já, bara sól og blíða, svolítið kalt, Já, en ótrúlega fallegt. til að skella sér á skíði. Já, það opnar einmitt í dag. Já. Heyrðu, takk fyrir að koma, Karen og Karen, í þáttinn og Takk segja fyrir ykkur frá okkur. Nammitips á Facebook. Já, takk Hvetjum fyrir fólk okkur. til að kíkja, gangi ykkur vel. Takk fyrir.